Herðu, ritið, tímarit Hugvísindastofnunar kom út daginn og nú eru gestaritstjórar þar Anna Björk Einarsdóttir og Benedikt Hjartarson og þau eru að fjalla rauðar heimsbókmyndir og þau eru komin hérna, þau eru í sikkur landinu, þau eru í gegnum Zoom og þetta er nú forvitnilegt fyrir okkur hérna á rauðaborðinu að átta okkur á því hvað eru rauðar heimsbókmyndir, hvað þeir eru í dag kannski. Ef ég má byrja á þér, Benedikt, hvað gefur okkur svona aðeins hugmynd það, hvað eru rauðar heimsbókmyndir? Hvað þarf bókmyndir að vera til að vera rauðar? Þetta er, hugtakið rauðar heimsbókmyndir. Þetta í rauninni nær til svona þessara bókmennta sem koma út úr róttæku vinstri hreyfingunum eða róttæku vinstri hreyfingunni á 20. öldinni og inn í samtímann og tegir sig jafnvel aftur á 19. öldina. Í rauninni sem einhvers konar yfirhugtak yfir þessar rauðu bókmenntir. Stundum var talað líka í rauninni heimsbókmenntir eða bókmenntir alþjóðasinna eða alþjóðasinnaðar bókmenntir eins og við tölum Þessi bókmenntaverk, þetta safn bókmenntaverka sem kemur upp úr alþjóðahreyfingu róttækra vinstrimanna á 20. öldinni og svona tímabilið sem liggur undir að nokkru leyti er tímabil Komintern alþjóðasambandsins frá 1919–43 þar sem er mikil gróska í bókmenntalífi og bókmenntútgáfu og það er byggt upp mjög mikið bókmenntakerfi í rauninni með eigin dreifingar leiðum, útgáfufyrirtækjum, tímaritum og svo framvegis og þetta verður að mörgu leyti grunnur að öðru heimsbókmenntakerfi til hliðar við borgaraleg heimsbókmenntakerfi. Þetta kerfi þar byggjast upp margvísleg tengslanet og tengsl og innviðir sem auðvitað á sér líka framhaldslíf á eftirstríðs árunum. Þannig svona stuttasvari væri þær bókmenntir sem koma upp úr og eru starraktar á vegum róttækra vinstri hreyfinga í Evrópu og víðar í heiminum á þessu tímabili. Og eru þetta bókmenntir sem þá hluti af bara pólitískri baráttu sem ætlað að knýja áfram eða vera íta á eftir pólitísku markmiðum, að það sé enginni þessara bóka? Já, maður kannski líka bara bæta við að það er kannski svona þessi stóra breyting frá 19. öldinni yfir í 20. öldina er svolítið þessi áhersla sem verður á menningu og listir. Að á kannski, tímabilið sem Marx og Engels er að skrifa og þeir eru meira að hugsa verkalýðsbaráttu, hvernig að skipuleggja verkalýðin, hvernig að koma byltingunni á. En síðan er það á 20. öld, í byrjun 20. aldar þar sem að þessi mikla áhersla á bókmenntir og listir á sér stað. Og það er alveg sögulegar ástæður fyrir því, það er mörguleiti vegna þess að kannski svona þessi eins og baráttan var sett upp á 19. öld, þetta rættist ekki alveg. Verkamennirnir í iðnvæddu borgunum í Evrópu, þeir gerðu ekki byltingar, í raun og veru gerðu þær ekki og byltingarnar voru að eiga sér stað á stöðum sem eru, ekki iðnvæddir, þetta eru oft bændur, í Rússlandi, Mexíkó og svona stöðum sem kannski voru ekki taldir líklegir til að sjá byltinguna eiga sér stað. Og á sama tíma er kannski meira í iðnvæddu borgarsamfélaginu þá kannski frekar verður svona risfasisma og náttúrulega sem nær ákveðnum hápunkti þarna á 4. áratugnum. Og það er í þessu samhengi sem þessi rosalega áhersla á kúltúr og menningu verður verður rosalega ríkjandi. Og þannig að það er að tengja þetta projekt sem verður til að í Sovétríkjunum eftir byltinguna 1917 við þessar breytingar líka. Þetta mikilvægi að ná yfir menninguna og ná yfir menninguna sem getur búið til hugmyndafræði. Þannig að þetta er svona nátengt svolítið stórsögulegum breytingum en líka í verkalýðsbaráttunni en líka auðvitað á menningarsviðinu. En það gæti ætlað sér svo að bara þær breytingar sem að verða í samfélagunum, jáfnvel bara með almennum atkvæðarétti og öðru slíku, að það væri óhjákvæmilegt að svona fókusin og miðjan í sögum færu til alþýðufólks, að það væri farið að segja sögur alþýðufólks, það sem hafði kannski ekki verið rými fyrir þau annar staðar en að vera kannski aukapersónur eða jáfnvel grínpersónur, að það væri svona óhjákvæmilegt að fókusin færi á
venjulegt fólk sem ekki hafði áður tilheyrt sögunni og það veri bara hlutverk menning og lista til dæmis að endurskapa manngildis hugmyndir okkar með þeim hætti og það í sjálfum sér ekkert svo róttækt eða sósíalist. Þannig að þetta er eitthvað annað. Já, þetta er einn þráðurinn. Algjörlega og það alveg þess vegna til dæmis alveg áhugavert að kannski þeir sem voru leikendur í þessari sögu á sínum tíma þeir kannski nota ekki endilega hugtök eins og rauðar heimsbókmyndir eða alþjóðasinnaðar bókmyndir, þeir tala bara heimsbókmyndir og tala í raun og veru kannski bara að þeir séu að taka yfir einhverja aðra hefð, vísa kannski Ódysseifskviðu og Göte og fleiri svona svona kanónískar bókmenntir sem að kannski flestir myndu segja tilhörðu kannski einhverjum borgaralegum bókmyndum og þannig að það einn þráðurinn þarna, það verið að svona taka yfir, nú komið á okkur, nú ætlum við að segja okkar sögu og við erum þessi nýja stétt sem ætlar að taka yfir menningarsviðið og segja einmitt sína sögu frá sínu sjónarhorni, þannig að það alveg hluti af þessu, en svo eru þetta alls konar aðrir rangar líka. Já, þá það þannig að við erum í heimi og heimurinn hefur breyst og við erum með bókmenntakanónuna og hún henta bara ekki þessum nýja heimi og við þurfum að búa til bókmenntir sem að tilheyra þessum nýja heimi sem að rísa hér upp. Nákvæmlega og það líka sem snýr að því, það ekki bara spurningin öreigalíðin eða verkalíðin sem viðfangsefni eða söguhetjur bókmennta heldur ekki síður spurningin hvers konar bókmenntir spretti af þessari menningu verkalýðsins og öreigana og hvers konar heimsmenning spretti upp að því líka. Því ég held að það skiptir gríðarlegu máli þarna líka og alþjóðasambandið og Komintern sem bakgrunnur þegar þetta tekur á sig mynd á þriðja og síðan fjórða áratugnum í annarri mynd. Það menningin til að brúa bilið á milli og bókmenntirnar í þágu heimsbyltingarinnar, annars vegar í þjóðfrelsis baráttu ólíkra þjóðríkja en hins vegar sem grunnur að heimsmenningunni. En þarna verða líka til að hluta til allt annars konar bókmenntir. Áherslan verður að hluta til á smærri bókmenntaform, á bókmenntaform sem að snúast greiningu á samfélaginu, söfnun, gagna, staðreinda, brotakendar lýsingar, verk sem að sækja mikið í og nýta jafnvel frásagnir verkamanna og öreiga úr ólíkum heimshlutum, splæsa þeim saman í einhvers konar frásagnarverkum. Þannig það verður sérstaklega á þriðja áratugnum og þessi hefði lifir áfram í rauninni allt annars konar bókmenntir og það liggur líka undir þegar við tölum rauðar heimsbókmenntir. Þetta eru heimsbókmenntir sem eru hugsaðar á þann hátt að þær eru með allt öðru sniði heldur en hinar borgaralegu frásagnarhefðir sem við myndum tengja við heimsbókmenntin. Svo verða breytingar á þessu þetta með ákallinu raunsæið sem fer að verða meira áberandi þegar líður undir lok fjórða áratugarins og allar þær pólitísku sviptingar sem við erum að tala á 20. öldinni móta það auðvitað gríðarlega mikið hvað við erum að tala þegar við tölum rauðar heimsbókmenntir eða alþjóðasinnar heimsbókmenntir alþjóðasinna á ólíkum tímum. Þetta eru mjög ólíkar hefðir. Þannig að þetta ekki bara sósíalrealismi. En það líka, þetta mér í hug eins og að ég menna það vantaði ekki að dadaistarnir voru róttækir og fútúristarnir í Rússlandi voru róttækir og súrrealistarnir í Frakklandi voru meira og minna í kommunistaflokknum. Hvernig rúmast þetta? Þetta getur eiginlega verið hvað sem því að sömuleyti var, róttæka vinstri var eiginlega bara að taka yfir menninguna svona, á þessum árum og fram yfir svona miðja síðustu öld. Þetta náttúrulega rosalega flókin saga, en eins og þú nefndir sósíalískt raunsæi. Það rosalega mikilvægt og gleymist mjög oft að þetta hugtak verður ekki til fyrir en á fjórða áratugnum. Kemur ekki fram fyrir 34 og í raun og veru tengist samfylkingunni sem að, og þannig að það eru róttækari tímabil þarna sem á undan, þar sem að sósíalískt raunsæi hugtaki ekki eins og til. Það sem í raun og veru miklu meiri samruni á milli framúrstefnuhreyfinganna og öreigavinstrisins og oft alveg mjög svona róttæk og svona
angar í þessum kreðsum þar sem virkilega verið að tala svona mjög illa borgaralegar bókmenntir og við erum hér nýja og það svona alls konar samræmi en svo á öðrum stöðum kannski meiri svona togstreita á milli þessara hópa þannig að þetta einhvern veginn þú verður að taka hvert samhengi fyrir sig og skoða það með dálítið opnum augum og einmitt að skilja það aðeins frá þessum gömlu svona kaldastríðs hugmyndum sósíalískt raunsæi og módernisma og þessa bókmyndasögu sem við erum kannski mörg okkar eru svolítið alin upp í. Og svo annað atriði sem gerir þetta ennþá flóknara, þetta tengist náttúrulega líka inn í þjóðernis hreyfingarnar og það er verið að byggja upp svo mörg þjóðríki á þessum tíma. Þannig að við getum bara til dæmis tekið svona kannski dálítið randomly dæmi af Mexíkó, þar sem það er mexikanska byltingin og hún er náttúrulega mjög flókin og það eru alls konar tendensjur og það eru alls konar tímabil sem tilheyra henni. En Diego Rivera sem er kannski á mörgum talin helsti listamaður 20. aldar í Mexíkó, hann er sendur af yfirvöldum í Mexíkó til Ítalíu að læra að gera vegglist, læra þessa freskótækni sem síðan verður algjör grunnur í mexíkonsku múralunum sem eru kannski eitt af merkilegasta sem hefur þróast í Mexíkó á sviði myndlistar á 20. öld. Og þarna er það mjög flókið samspil einhvers nýs ríkisvalds sem ætlar að búa til sína nýju þjóðmenningu með tengingu við freskómálverkin á Ítalíu. Þannig að við erum inn í heimi sem er alveg virkilega svona áhugaverður, sérstaklega fyrir seinni heimsstyrjöld. Millistríðsárun er alveg óbærslega áhugavert tímabil og það eru allskyns tengingar, fólk er að ferðast á milli, það eru höfundar að fara frá Bandaríkjunum til Mexíkó til Sovétríkjanna. Þetta er einhvern veginn landslag sem að kannski hefur hingað til dálítið verið afskrifað og kannski horft svolítið á út frá sem kaldastríðskategóri, en það sem við erum kannski að reyna að gera þarna í þessu hefti er að opna þetta svolítið upp og benda á. Þarna er eitthvað efni og það eru einhverjar tengingar sem eru að eiga sér stað og alls konar hræringar og hreyfingar sem kannski við höfum ekki verið að veita svo mikla athygli því það passi ekki alveg inn í þessa fyrirframgefnu narratív sem að við höfum haft hingað til einhvern veginn módernisma og realisma og sósíalískt raunsæi og svo framvegis. Ég má kannski aðeins bara bæta við þetta líka með sósíalíska raunsæið sem er svolítið við notum þetta sem ramma utan þessa listsköpun á þessum tíma eins og Anna Björg sagði, þetta kemur á 4. áratugnum og það er þingi 34 í Moskvu, alþjóðaþing byltingarsinnara rithöfunda, eða sovéskra rithöfundir rauninni með fjölmörgum erlendum gestum líka, þá er það gert á opinberri stefnu en það komi fram, það er nefnt þarna komið inn í umræðinni kringu 32, síðan þingi 34, en það er ekki fyrir inn í framhaldi af þinginu, það er í rauninni farið að skilgreina hvað á að felast í því. Sósíalískt raunsæi er mjög ólíkt fyrirbæri ólíkum tímum, en svo er líka tímabilið þarna undan og þú nefndi líka Gunnar Smári með eins og framúrstefnu hreyfingarnar og tengingarnar þar. Ef við horfum á hreyfingu eins og til að mynda dadaismann sem kemur fram í Zürich þarna 1916, svo kemur datahreyfingin í Berlín 1918-19 er lagður grunnur að henni og það er allt annað fyrirbæri því að þar erum við í átökunum eftir heimsstyrjöldina fyrri, við erum í rauninni í aðdragandanum að þessu tímabili Weimar-lýðveldisins og dadaismin eins og hann byggist upp þar er í mjög sterkum tengslum við kommunistarhreyfinguna og anarkistarhreyfingar í Berlín. Þannig að listamenn og rithöfundar sem kom inn í datahreyfinguna þar eru mjög tengdir inn í spartakistarhreyfingarnar í Berlín og það eru uppreisnir. Og eitt af því sem við erum með í ritin eru meðal annars þýðingar og textum eftir Franz Jung, þýska höfundinn sem er svona einn af lykilmönnunum í að byggja upp datahreyfinguna í Berlín á þeim tíma, er skammt þar inni, tekur síðan skrefið í rauninni inn í þessar róttæku vinstri bókmenntir, fer til Sovétríkjanna, tekur þátt í uppbyggingu og fátækrahjálpinni þar, er mjög virkur í bókaútgáfu, skrifum þessa nýju heimsbókmenntir á þeim tíma, bara sem eitt dæmið höfund sem fer þessa leið úr rauninni þessum framúrstefnu hreyfingum snemma á eldinni og inn í þetta umhverfi, þessar
róttæku frásagnarhefðir oft mjög tilraunakendar innan þessara alþjóða sinnuðu rauðu heimsbókmennta á fjórða áratugnum. Fellur síðan á nokkru leyti í gleymsku. Það kannski má jafnvel bæta við þetta líka að taka dæmi úr bandarískri bókmenntasögu og af svörtum radikalisma sem er mjög stór hefð sem hefur mikla tengingar inn í kommúnistahreyfinguna á 20. öld. Þó að það hafi síðan verið bara niður á eftirstríðsárunum og sé kannski svolítið gleymt. Það sem að fræðimenn hafi verið að benda á síðustu 20 ár að það alveg gríðaleg gróska og mikill samrými í svona svörtum avantgardisma og kommunisma sem rennur alveg saman þarna á þessum tímabili og þannig að það sem talaði The New Negro sem svona samheiti sem sett yfir svona svarta framúrstefnu, sérstaklega tengt við Harlem Renaissance og þessar hreyfingar. En síðan, eru mjög margar stúdíur sem hafa verið að koma nýlega sem benda á það var þarna mjög mikilvægt tímabil The New Red Negro sem svona ákveðin brú á milli svona róttækra framúrstefnuhreyfinga yfir í róttækar framúrstefnu hreyfingar sem eru mjög tengdar við kommúnistarhreyfinguna í Bandaríkjunum sem síðan þróast áfram. Þannig að þetta eru bara svona þar að í raun og veru flestar þjóðabókmenntir sem maður skoðar þá eru alltaf þessi kafli, hann hefur svolítið verið gleymdur en hefur kannski síðustu 10-20 árum verið svona að koma aftur tilbaka og það svona verið að draga þessar tengingar fram meðal annars hversu mikilvægt hlutverk kommúnistarhreyfingin raun og verið gegndi fyrir svarta róttækni í Bandaríkjunum á millistríðsártímabilinu. Þeir í raun og veru horfðu til Sovétríkjanna og sáu þar samfélag sem að í raun og veru þeir litu á sem að hefði overcome racism, væri komið fram úr rasismannum og þar væri algjört jafnrétti og margir af þessum höfundum náttúrulega fóru þarna, sáu einhverja versjón af því og það eru fullt af interessant sögum eins og Langston Hughes, hann fer í ferðalag og skrifar bókum þetta, hann fer þarna til Kúbu, gegnum Suður-Ameríku, Rómönsku Ameríku og svo endar hann í Sovétríkjunum og hann er komin yfir til Asíu, Sovétæsía og er þar að vinna með hittir þar hóp af svörtum Ameríkunum sem er að hjálpa fólkinu þarf að komast á bómullarækt. Þetta svona heimur sem svolítið uppfullar alls konar svona skemmtilegum sögum sem eru stórfurðulegar en á sama tíma make sense í því samhengi að þarna á þessum árum verið að byggja upp eitthvað framtíðaríki sósíalismans. Það auðvitað voru náttúrulega síðan mörg vandamál þarna og þetta kannski gekk ekki upp og þessi útópía var ekki einhvern veginn raungerð og það náttúrulega auðvitað stalinismin og sú saga öll og maður þarf ekki að horfa fram hjá því en þarna alveg í upphafi þá þetta í raun og veru landslag sem mjög fjölbreytt tengir saman framúrstefnuhreyfingarnar og öryggðarhreyfingarnar oft á mjög flókin hátt og svo líka tengja saman réttindabaráttu bara allskyns hópa við uppbygginguna þarna í Sovétríkjunum. Þeir horfa á þetta frá bókmenntunum og eins og þið lýsið þessu núna þá þetta svona tímabil sem að við mættum kannski horfa á og enduruppgötva vegna þess að kalda stríðið hefur gefið okkur kannski full svona þrönga mynd af þessu þar sem átökin voru bara á milli sósíalrealisma og módernismans og allt varð einhvern veginn svart og hvítt. En þarna þetta sé tímabil sem ótrúlega frjótt og áhugavert og út frá bókmenntunum en það getur líka verið mjög áhugavert út frá bara pólitíkinni að þarna einn sósíalska hreyfing opin í leitað einhverjum nýjum manngildishugmyndum og ekki komin í kannski svona kaldastríðshaminn sem að síðar varð þar sem stilt upp kannski full einföldum hugmyndum hvað drífur mannin áfram og annað slíkt. Gætu við sem erum í baráttunni lært eitthvað af þessu að þarna sé tímabil þar sem að hinn sósíalíska hreyfing hafi verið svona meira kraumandi og opnari og skapandi heldur hún varð seinna og kannski enn. Já, þetta mjög áhugaverð spurning, þannig að fer svolítið eftir hvernig hún nálgast hana. Ég myndi telja að það væri erfitt að fara tilbaka og reyna að endurskapa þetta samfélag sem þarna því að við erum bara á allt öðrum stað í dag. Ég sé ekki alveg hvernig þú gætir farið tilbaka en ég held kannski að það einhver þráður sem að gæti mögulega skipt máli að menningin skiptir máli.
Það eiginlega það sem ég að segja að það sem að sósíalistar getur lært af í dag frá þessum tíma vegna þess að þið sjáu þessa sköpun og þetta kraft og afl sem að var þarna í að ef að þið ætla að endurskapa sósíalisman til gagns í okkar samtíma að þá ætti að taka listina með. Já, ætla ekki og fræðin, jafnvel líka. Og ég held að sé líka kannski ef maður horfir á þetta fyrra tímabil sérstaklega þá eru þetta sko þessar grundvallar breytingar sem verða með ekki bara sósíalíska raunsæinu heldur með stalinismunum, með hreinsununum miklu á síðari hluta 4. áratugurins og það hrikalegu afleiðingar sem það hefur og það grundvallar breytingar sem verða á öllu alþjóðastarfinu með líka kenningin og sósíalismi í einu landi. Það er allar þessar pólitísku sviptingar þarna inni en ég held að það sem kannski skiptir máli með þetta fyrra tímabil og það þessi gróska sem þarna og hversu stór hluti, maður horfir bara yfir bókmenntavettvanginn, hversu stór hluti af bókmenntaútgáfu bara hér heima eða alþjóðlega, hversu stór hluti af bókmenntakerfinu kemur úr þessari átt. Þessi gríðarlega umfangsmikla útgáfa, hvað róttæka vinstri hreyfingin gríðarlega mikilvæg í að breiða út bókmenntir, þýðingastarfsemi, útgáfustarfsemi innan vébanda róttæku vinstri hreyfingarinnar á þessum tíma. Þetta svo miklu umfangsmeira og flóknara umhverfi heldur en okkar sjónarhorn frá kaldastríðs tímabilinu gerir ráð fyrir í sinni sögu og módernisma hugtakið þetta síðari tíma hugtak og við megum ekki gleyma því þegar við tölum módernisma og notum módernisma hugtakið að módernismin kaldastríðsára hugtak sem mótast á þeim tíma sem hugtak yfir framsækna, opna listsköpun sem hafi tekið á sig mynd í vestrænum lýðræðissamfélögum í mótstöðu við raunsæiskröfur annarsheimsins. Þannig það hugtak sem hugmyndafræðilega hlaðið frá því það kemur fram. Og náttúrulega líka stutt fjárhagslega af fyrsta heiminum á mörg leyti. Ég meina það alveg einn angi af þessum rauðu heimsbókmennafræðum eins og þau hafa svona kannski orðið til, ef við færum okkur aðeins yfir eftirstríðsára tímabilinu virkilega áhugaverðar stúdíur sem eru að koma út og meðal annars vegna þess að það verið að opna upp, CIA hefur verið að opna upp skjalabunkan sinn og það til dæmis kemur bara í ljós að það hvergi hægt að finna jafn mikinn nákvæmislestur og svörtum bókmenntum en einmitt í gagnagrunni CIA. Og það var bein lína úr Yale-háskóla yfir í að fara að vinna fyrir CIA þar sem þeir voru að sátu og lásu bara close reading á þessum litteratúra því þeir voru að leita að þessari róttækni og kom í veg fyrir hana. Og það sýnir náttúrulega bara hvað menningin spilaði stóra rullu, ekki bara náttúrulega millistríðsáratímabilinu heldur líka á eftirstríðsárunum. Og þetta efni sem að fræðimenn hafa bara fyrst núna verið að fá aðgangað og þarna verið að opna upp bara einhverjum svona sögu sem mjög áhugaverð vegna þess að svona fyrir kannski 30 árum síðan og ef að þú gekkst inn í amerískan háskóla þá mögulega var svona svartir hafa aldrei verið tengdir við kommunisma eða vinstri pólitík en svo þetta í raun og veru bara svona þessi ósagða saga, þetta stóra leyndarmál einhvern veginn í amerískri sögu að það gríðarlega sterkt tengsl á milli. Að vinstri hreyfingarnar og réttindabaráttu svartra hefur virkilega verið nátengt. En það einhvern veginn búið að endursegja þessa sögu svolítið mikið út frá svona eftirstríðsára, kannski kaldastríðssamhenginu. En mér langar líka bara að bæta einu við að það kannski á eftirstríðsárunni þá náttúrulega líka kannski lifir þessi hefð meira í þriðja heims baráttunni. Afnýlendu hreyfingarnar eru náttúrulega gríðarlega sterkar á þessum tíma og þær eru mjög flóknar því þær eru einhvern veginn hvorki í öðrum heiminum né fyrsta heiminum en þær spila einhvern veginn á milli beggja og sérstaklega á menningarsviðinu þar sem mjög margir af þessum stóru höfundum sem eru að koma frá Afríku, Rómönsku Ameríku og þessum svona löndum sem eru á þeim tíma grúppuð undir þessu hugtaki þriðji heimurinn, þeir eru að vinna innan beggja kerfana. Og það líka margir höfundar sem fengu bæði Stalínverðlaunin og Nóbelsverðlaunin
sem sýnir náttúrulega bara svona hvernig þessir höfundar gátu operita inn í báðum kerfunum. Já, þetta eftirstríðsárin og áhugi CIA eða svona greining CIA á því að þeir vera að tapa menningunni kom meðal hans fram í viðtali sem ég átti hérna við hann Hauk Ingvarsson, þetta í bókinni hans hérna, hvað heitir það, Íslands viðtökur eða Íslands sögu Fólknes, hvernig hérna, hann kemur inn í íslenska menningu, þá kemur þetta mjög sterkt fram að það verið að vera skilgreining bara leyniþjónustunnar að Bandaríkin stæðu bara veikt gagnvart Sovétríkjunum út af áhrifum sósíalista og kommunista á menningu sérstaklega í Evrópu og langt inn í Bandaríkin kannski líka og þess vegna hafi verið rýtt undir módernismann sem svona lýðræðislegra listar sem byggir upp á svona einstaklingshyggju og einstaklingsviðhorfum og öðru slíku sem mótvægi við sósíalrealismann og þá kannski fáum við þetta neikvæða orð á það fyrirbrigði eða svona þetta þrönga sýn á það að það er stilt upp svona eiginlega sem mótvægi að módernismi sé eiginlega fullkomnari listgrein svona hærra stíu og öðru slíku og maður fær svolítið á tilfinningunni að maður þurfi kannski endurskoða sko listasögu hérna eftirstríðsárana með því hugafæri að reyna að átta sig á því sko hvað var eiginlega plantað í hausinn á manni og hvað var raunverulegur smekkur sem maður kom sér upp eða hvort það var þröngvað upp á mann einhverju smekk að hafna kannski meðal annars þessu tímabili sem að þið eru að tala hérna á millistríðsárum. Já, það er ákveðin endurlestur á millistríðsárum sem tilheyrir þessu. Það er alveg þannig sem ég svolítið kem fyrst að þess að ég er að stúdera öryggabókmyndirnar og meðal annars í Rómönsku Ameríku þar sem þessar bókmyndir hafa fengið rosalega litla athygli. En þetta er alveg gríðalegt magna efni, sérstaklega þú ferð að skoða þetta út fyrir þjóðernisbókmyndirnar og ferð að taka saman bara að búa til lista yfir alla höfundarnir sem tilheyrðu öryggavinstrinu á millistríðsártímabilinu. Þetta er alveg heill her af höfundum og mjög margir, mjög áhugaverðir. Og töfraraunsæði sem kemur fram á eftirstríðsárunum og er alltaf tengt við búmskáldsöguna og það er í mjög sterkum tengslum við öryggavinstrið á millistríðsárunum. Þetta eru höfundarnir sem að töfraraunsæðishöfundarnir voru að lesa. Þetta er sko kynslóð sem kemur undan þeim og þeir staðsetja sér náttúrulega stundum kannski gegn þeim en mjög oft eru alveg gríðarlega sterk tengsl en svo þegar að töfraraunsæði er sko flutt út þá er Faulkner allt í einu orðin áhrifavaldurinn en Faulkner í raun og veru poppar ekkert upp í rómönsk-amerískri bókmyndafræði neitt á sterkan hátt fyrir bara á 7. áratugnum, in the 50s. Þannig að þetta er mjög áhugaverð saga, hún er áhugaverð á Íslandi en hún er líka mjög áhugaverð annars staðar í heiminum. Hvernig þessi svona modernista fagfræði verður svona ofan á og svona sterk og hvernig öllu hinu ítt til hliðar og meðal annars hvernig þriðja heimsskáldsagan er staðsett í tengsl við eitthvað eins og Faulkner. Frekar heldur en í raun og veru róttæku vinstrihreyfingarnar frá millistríðsárunum sem í raun og veru er alveg jafn mikilvægt og jafnvel mikilvægari áhrifavaldur. Ég held að sé líka sko bara skiptir máli að nefna viðtali við Hauk og það er utan hans sko greining og bara ítökum og umsvifum í rauninni menningar pólitískra starfsemi á vegum Bandaríkjanna hérna heima. Það er einn anginn í rauninni af bara menningar pólitíkinni á tímabilinu og það kemur auðvitað bæði frá Bandaríkjunum og síðan Sovétríkjunum á ákveðnum tímabilum líka. Þessi gríðarlegu hagsmunir sem eru þarna undir og stuðningur við stofnanir og útgáfu fyrirtæki við horfum á heimskringlu og mál og menningu og fjárhagsstuðningin þar þá eru þessi pólitísku öfl þarna á bakvið og gríðarlega átök sem kraum undir. Ég held að sé að opnast með rannsóknum á þessu ákveðin innsýn í bara þetta pólitíska og þjóðfélagslega landslag sem er í bakgrunni á bókmenntaþróuninni sem er farið að beina nánar sjónum að í rauninni í þessum nýrri rannsóknum. Og annað sem maður sér kannski líka, kannski nefni það líka út frá mínu sjónarhorni, það er eitt af því sem kom mér mest á óvart þegar ég fer að vinna í þessu samhengi og skrifa mína grein í heftinu, það var til að mynda hvað þrátt fyrir allt sovéskar og rússneskar bókmenntir eru fyrirferðarlitlar í sko þýðingum á róttækum bókmenntum hér heima á þessum tíma.
Við hugsum stundum heimskringlu og mál og menningu, við horfum á byrjunina hjá mál og menningu, þar kemur þýðing á móðurinn eftir Gorki, lykil skáldsaga sósíalíska raunsæisins. Þar sé einhvern veginn tónninn sleginn og það áherslan á í rauninni sovjésku línuna og Moskvu línuna. Það verður ekkert framhald á útgáfu á þýðingum á sósíalískum raunsæiskáldsögum fyrir í rauninni þegar við komum inn á 7. áratuginn. Það kemur eyða þarna á milli, það allt annars konar bókmyndir. Þetta eru þetta samfylkingartímabilið, tengingar við borgaralega menningu og annað. En þetta alþjóðlega samhengi, við tölum heimsbókmyndir á þessum tíma, þá sér maður á tímabilinu fram til 43, þá eru ákveðni lykilhöfundar sem talsvert verið að þýða og í umræðunni og þeir eru kannski aðalega 3 hér heima sem eru svona lykilhöfundar innan í heimsbókmennta á þessum tíma. Ef maður horfir til umræðunar eða þýðinga á verkum og það eru Gorki og það Nexu og það Upton Sinclair. Þetta eru svona þeir 3 á þessum tíma. Svo fjöldinn allur af öðrum höfundum sem talsvert mikið fjallað En tiltölulega fáir þeirra sem koma úr innan rússneska eða sovjeska samhengi. Þetta líka mjög áhugaverður angi sem tengist inn í mínar rannsóknir einmitt þessi hversu sterk eru tengslin þegar ég með hana fókus á jaðarsvæðin og hef svona verið að skoða bókmyndir í Rómönsku Ameríku í Bandaríkjunum og Íslandi á þessum tíma sem eru öll svona jaðarsvæði gagnvart kerfinu sem að byggjast upp í Moskvu á þessum tíma og tengslin eru svo misjöfn. Bandarískir kommunistar eru í ágætis tengslum við Sovjet. Það eru bara mjög fín tengslar á milli og það að koma efni inn en svo þú kemur til Suður-Ameríku mörg að þeim samhengjum það bara mjög lítið efni sem kemur inn og þeir vita samt af þessu og alltaf að tala þarna eitthvað. En þú veist, þeir kannski ekki í beinum tengslum og vita ekki nákvæmlega hvernig umræðunar eru. Þannig að þú veist, þegar þú byrjar að kortleggja þetta tímabil þá þetta náttúrulega svo óbáslega flókið hvaða höfundar verið að tala Nexu poppar upp allstaðar sem næstu eins og einhver svona afi þessara hreyfingar en þú veist hversu lásuðrar, þú veist það rosalega erfitt að finna út úr því, þú veist hvort þeir hafa haft aðgang að þessum bókum, þú veist þeir eru að tala þú veist það lítið kultúral kommunist tímarit í til dæmis Buenos Aires sem mjög áhugavert, þeir lista í hverju einasta issue hjá sér þú veist contributors, regular contributors en svo þegar ég búin að skoða öll endtökin þá kannski ein grein eftir Mike Gold eða einhvern svoleiðis sem stór höfundur frá Bandaríkjunum en þeir minnast á þá, þeir eru alltaf að það verið að búa til einhver svona nýja kanónu af höfundum, af nöfnum sem að tengjast þessu og þá eru það búa til líka þetta svona international solidarity svona alþjóðlegt, þú veist, við erum hluti af einhverju sem ekki bara hér í þessu þjóðlandi heldur nær langt út fyrir þú veist, landsteinana og tengist inn í einhvern heim sem alltaf verið að vísi en kannski svolítið svona óskilgreindur svona á gólfinu, þú veist, svona í raun og veru í umræðinni svona svona eins og næst eins einhver eyða og heldur ekki það sem að kannski kalda stríðið reyndi að segja okkur að væri heila stýrt og stjórna frá Moskvu heldur að þetta verið breið hreyfing þessi stýring frá Moskvu ég meina hún auðvitað það það misjafnt hvað þú ef þú kannski meira í Evrópu það kannski miklu sterkari tengsl milli Þýskalands og Moskvu bara út af landfræðilega en tengslin verða ofboðslega veik þegar þú ert komin alla leið kannski til Perú þú veist, þá verður þetta virkilega, þú veist, þá verður þetta svolítið flókin, auðvitað samt, en það þýðir samt ekki að það hafi ekki verið tengsl. Það eru tengsl. Það eru höfundar sem að fara. Það eru Mariátegui til dæmis, þekktasti marxisti perúískrar og og rómönsku-amerískrar marxisma og menningar og bókmenntasögu. Hann til dæmis fer í útlegð til Evrópu og á Ítalíu og umgengst þar mikið af þessum fólki sem var tengt inn í svona upphafsár kommunismans þar, hann meðal annars svona mögulega hitti Gramsci og fleiri stóra höfunda á þessum tímabili og hann undir miklum áhrifum frá þessu og hann vill fara til Moskvu. Þangað langar hann að fara og það svona fór hann þangað, fór hann ekki þangað, það ekki alveg víst, þú veist. En hann samt í raun og veru var aldrei þar inn í langan tíma en síðan hefur þetta alveg gríðarlega áhrif á, síðan hann með sínar kenningar þar sem hann að takast á við ýmsar kenningar sem eru að koma frá Evrópu
og hann ekkert endilega sammála þeim, en hann hluti af þessu umræðu landslægi, þú veist, því að hann að staðsetja sig í tengslum við og hann að segja meðal annars að aðstaða frumbyggja í Perú og Ekvador og Bólívíu og þessum löndum sé allt öðruvísi en aðstæður svartra í Bandaríkjunum. Hann að bera þetta saman og tala þetta skilur og tala hvernig kenningarna kannski passi ekki við í Perú, en síðan seinni tíma svona fræði nálgast þetta þá að segja já, hann var ekkert fylgjandi þessu. En þegar þú lest skrifin hans þá var hann algjörlega hluti af þessu samhengi, hann var að takast á við megin argumentin, staðsetja sig í tengslum við þau, þannig að þetta er einhvern veginn svolítið svona sama sagan aftur og það er einhvern veginn svolítið verið svolítið mikið svona þessi tendensi að reyna að bjarga höfundunum frá þessu. Og líka við þekkjum kannski alveg svolítið á Íslandi, þú veist, að bjarga einhvern veginn, þú veist, Halldór Laxness frá þessu, staðsetja einhvern veginn öðru og höfundandi tóku líka ofta sjálfur mjög virkan þátt í svo eftirstríðsárunum og alveg af góðum ástæðum. Það var oft bara lykillinn á því að geta átt bara sæmilegt höfundalíf á eftirstríðsárunum að afneita Sovjetinu og Stalin, og það var líka hluti af eftirstríðsárunum að þá gagnrýnin á kerfið mátti ekki koma innan úr hreyfingunni, sósíalískri hreyfingu eða kommunískri hreyfingu, heldur var það eina gagnrýnin að vera, eini valkosturinn á móti var það að vera bara línan frá leyniþjónustu Bandaríkjanna. Já, og skiptir auðvitað líka máli í hvaða samhengi þetta gerist. Við erum auðvitað líka að tala þetta tímabil á eftirstríðsárunum í kringum 56 með leyniræðu Krúsjós þar sem flett ofan af öllu því sem gerðist undir ógnarstjórn Stalins og svo framvegis, atburðirnir í Ungverjalandi og svo framvegis. Það að segja þetta gerist ekki í sögulegu tómarúmi og í þeirri hrikalegu sögun. Ég held líka ef við horfum aðeins á þetta samhengi með stýringuna frá Moskvu, þá líka ef við horfum til að mynda á fyrra tímabilið, þá ef við horfum á þriðja áratuginn og rauninni fram til 1933, þá sjáum við líka til að mynda þýska samhengið, og ef við horfum á til að mynda áhrifin sem berast hingað heim, að þá hreyfingin eða angar innar alþjóðlega kommunista hreyfingar í Þýskalandi gríðarlega mikilvægir og þýska samhengi gegnir allri lykilhlutverki í allri útgáfu á bókmenntum, á fræðiefni. Þýskan að mörgu leyti einhvers konar staðgengill alþjóðlegs samskiptamáls á því tímabili. Þýskan notuð sem annað opinbert tungumál Komintern á fyrstu þingunum, það er rússneska og það er þýska sem notuð. Þannig að atburðirnir í Þýskalandi þegar að nasistar komast til valda og við höfum Þriðja ríkið upp að þess 33, það er algjört grundvallar breyting á þessu alþjóðlegu umhverfi. Og ef við horfum bara hér heima þá eitt af því sem vakti athygli mína var til að mynda umfangið af róttæku bókmenntaefni sem var í umferð hér heima á þýsku. Það er að segja útgáfan á þýsku sem gefin út þar sem að teygir sig hingað heim. Það er verið að auglýsa eftir íslenskum áskrifendum hér að stórum ritröðum rauðra eða róttækra heimsbókmennta á þýsku og svo framvegis og þýskan svo mikið lykil tungumál hér heima, þannig að þriðji áratugurinn og framundi meðan fjórða áratuginn landslagi líka mörguleiti ólíkt. Það er líka tímabil þar sem ef við horfum á Komintern og alþjóða hreyfinguna miklu misleitari hópur, ólíkir hópar róttæklinga sem að þar koma saman, tengingar við til að mynda anarkískar hreyfingar eru með allt öðru sniði heldur en verður á fjórða áratugnum. Já, ég minn í mörgum samhengin þá ekkert endilega mikil munur á anarkistum og kommunistum á 1920. Nei, og alveg fram til 30 og lengur. Og lengur, þú veist, þetta rennur saman og þetta eru oft mjög litlir hópar. Þannig að það er ekki hægt að vera með einhverja mjög mikla róttæka skilgreiningarmynd, svo kemur það svolítið seinna kannski. Já, 28 svona hingið, kannski skiptir líka máli þar bara þessi pólitíska saga.
Við getum farið með þessa sögu hingað heim sem að þeir eru í heftinu svolítið að horfa bara út allan heim en hérna heim að þá þekkjum við vel þessa sögu. Við getum farið með þessa sögu bara í gegnum Halldór Laxness sem við nefndur hérna áðan sem að var með svona tilraunastarfsemi í upphafi síns rithöfundaferils og tók síðan upp svona raunsægisbókina þessa söguna til þess að ég veit ekki, ná meiri árangri eða fyrir hreyfinguna eða að falla betur að svona stemmingunni sem að var í hreyfingunni og svo hérna yfirgefur hann þá leið og fer aftur yfir í svona eftirstríðsára módelisma, reynir að finna sig þar að einhver leyti. Við getum gert það. En við getum líka tekið bara að horta á að það fólk sem að steig fram og var að reyna að búa til svona nýja menningu, nýja bókmenntur í Íslandi náði náttúrulega stórkostlegum árangri. Það var hérna listalífið var meira og minna vinstramegin alla síðustu öld og til dæmis eftirstríðsárin, þar sem við höfum verið að tala um eftirstríðsárin, ég held að við Íslendingar eigum alveg hérna ágætlega auðvelt með að skilja þessi átök sem að voru þar því þau voru miklu leyti hér, það var litið á það frá hægrinu væri eiginlega ein af aðferðunum sem var notuð til þess að brjóta niður sósíalíska hreyfingu fyrir utan að splundra verkalýðshreyfinguna og annað slíkt var ofta á svona menningarsviðinu. Og það sem kannski merkilegt núna, ég held að sé erfitt að skilja þau átök sem eru skólakerfið í dag án þess að hafa svona kaldastríðshugsun hérna með að þessi ákafi Morgunblaðsins og Viðskiptaráðsins að breiða það út að skólakerfið sé einhvern veginn í höndum á vitlausu fólki og verum að ná tökum á því öðru slíku. Þetta hljómar allt sem svona eftirstríðsára átök menninguna. Er það ekki svo að þessi hreyfing náði raunverulega mörguleyti stórkostlegum árangri á Íslandi og náði svona undir tökunum í menningarumræðuna sem að kannski að þessi hreyfing hefur síðan tapað, að menningin er náttúrulega meira og minna kommersial í dag og ég held að listamenn sjáu bara fyrir sér að hérna ná einhverjum svona árangri inn í því svona menningarumhverfi sem hefur verið byggt til sem alls ekki þessar hreyfingu og kannski eru loka átökin núna skólakerfi, ég veit ekki. Má fá svona og henda ykkur svona opinni spurning hérna í lokin eða fara ykkur svona nær nútímanum. En það er kannski svona sagan sem við segjum í heftinu okkar og svona kannski inngangnum svolítið í gegnum heimsbókmennta hugtakið sjálft. Því heimsbókmennta hugtakið lnáttúrulega á sér langa og flókna sögu og svo svona það dettur náttúrulega mjög mikið úr tísku á 20. öld, sérstaklega þarna í tengslum við nýja vinstrið og gagnrýnin á kanónur og þetta séu náttúrulega bara einhverja bókmenntir hvítra kalla og það þurfa að grafa upp alls konar konur og alls konar áhugaverða höfunda og það er bara mjög merkilegt projekt að mörgu leyti. En svo poppar heimsbókmennta aldrei upp í bókmyndafræði, sérstaklega kannski í svona enskumælandi fræðum, en ég myndi samt alveg teygja það víðar út. Það poppar upp svona akkurat svona rétt eftir fall Sovétríkjanna. Og það er svolítið áhugavert akkurat þá þegar að þriggja heima módelið í raun og veru bara fellur. Það við erum ekki lengur í heimi sem að það sem er fyrsti, annar og þriðji heimurinn. Það er bara einn heimur, það er bara kapitalismi, sagan hefur endað, etc. Þá allt í einu kemur heimsbókmennta hugtakið aftur með miklum krafti og oft á tíðum á dálítið svona borgaralegum forsendum þar sem svolítið verið kannski að segja höfuðborgarskerfið sem París, allir höfundar þurfa einhvern veginn að vinna sig í gegnum það kerfi og það er mjög vestræn slagsíða á þeirri umræðu mörgu leyti. Og það er kannski inn í þetta samhengi sem að svona rauðu heimsbókmyndirnar eða sósíalíska heimsbókmyndakerfið eða það sem að Rosen Jakalov sem var einmitt á ráðstefnun okkar sem við héldum í aðdragandanum að því að heftið kom út. Hann til dæmis talar The People's Republic of Letters sem er svona stefnir svolítið gegn svona öðru mjög ríkjandi hugtaki frá franskri fræðikonu sem The World Republic of Letters og hann að benda þar með á að það var þarna eitthvað annað kerfi sem tengdist öðrum heiminum og það var til og það var raunverulegt en það einhvern veginn horft algjörlega framhjá því í þessari endurkomu heimsbókmennta hugtaksins þarna á 10. áratugnum og við upp af 21. aldar. Þannig að það að mörguleyti hægt kannski að segja þess að sögu svolítið í gegnum það hugtak að einhverju leyti að það kemur svona einhver svona moment þar sem að það önnur hliðin tapaði og nú komin bara ein menning og nú getum við aftur farið að reisa upp einhverja heimsmenningu af því að við erum ekki lengur inni í svo kaldastríðsumhverfi þar sem við erum að keppa á milli tveggja módela.
opnun á nýju mörkuðum og ferða sækinn á ný markaðsvæði og heimsbókmenntahugtaki verður hluti af þessu nýjum í rauninni bara hnattrænum viðskiptaháttum og markaðsuppbyggingu þarna upp úr 1990. Þá sér maður að hugtaki kemur inn af miklum þunga. En þetta spennandi hugtaki út frá bókmenntum, þetta líka spennandi hugtaki út frá bara pólitík og þetta eru gríðarlega átök sem að... Þú getur alveg tengt það við skólakerfið. Það náttúrulega gríðarlega breytingar búin að eiga sér stað á skólakerfinu síðustu 20-30 ár. En í háskólaumhverfinu þá svona kannski meiri svona nemendur eru orðnir meira af svona viðskiptavinum og þeir hafa ákveðin rétt. Það búið að líka, markaðsvæða all innri kerfin, nemendur eru með eitthvað svona verðmið á hausnum á sig og það er þeir tákna peninga fyrir deildir og það verður svona erfiðara kannski að vera með einhvern stífan akademiskan aga inn í þessi kerfi, þannig að þetta tengist allt inn í pólitíkina og hvernig hún svona hefur þróast á þessum, á þessu nýfrjálshyggju tímabili svo það er oft kallað. Já, og kannski... Við horfum líka bara á heimsbókmenntahugtakið ef við má bæta eins við, við horfum á bara sögu þessu uppruna og rætur, þá heimsbókmenntahugtakið einn angi í rauninni af nýlendum stefnunni, sprettur upp á þeim tíma og saga í rauninni heimsbókmenntahugtaksins þegar það fer að taka á sig mynd á 19. öldinni. Þá það í tengslum við nýlendustefnuna og orientalisman á þeim tíma. Það verður til á þeim tíma sem menn að uppgötva austrænar bókmenntahefðir, indverskar og svo framvegis að farið að ráðast í textafræðilegar útgáfur á þessum bókmentum, hugmyndin indverskar bókmentir með einhvers konar hefðarveldi sem að hvílir á sanskrítritunum út frá tengingum við indóevrópsku málin og svo framvegis. Það að segja, þarna það sem að vestrænir fræðumenn fara að koma inn, sækja í þessar hefðir, kortleggja þær, gefa þeim nafn, búa þær til útgáfu, þýða og svo framvegis. Þetta hluti af nýlendustefnunni og rányrkju á auðlindum í fyrirverandi nýlendunum sem eiga sér stað á menningu og bókmenntasköpun þessara þjóða á þessum tíma. Þetta grunnurinn að heimsbókmenntahugtakinu. Þarna tekur það á sig mynd, þannig að heimsbókmenntahugtakið á sér að mörgu leyti grimma og blóðuga sögu. En ef ég fer aftur í pólitíkina, að því að þeir að lýsa tímabilið sem að var svona fjölbreytileg hreyfing að reyna að móta og finna nýjar bókmenntir sem hentuðu betur okkar tíma eða þeim tíma sem við ætluðum til, en þá það þarna á fyrri hluta 20. aldar og sömuleyti getum við séð að í kringum 68 þá svona counterculture möguleiki, það búin til menning til hliðar við hinna commercial menningu, en núna lifum við líklega tíma þar sem bara öll menningin commercial. Ég held að sé voða lítið af svona sjálfstætt reknum galleríum, það eiginlega erfitt að finna svona hvar það eitthvað svona afl í einhverju svona menningu sem að stilli sér upp sem valkosti við hliðina á þeirri sem verið að halda að okkur alla daga. Og ég velti fyrir mig hvort að það sé kannski hluti af því sem að gerir þetta tímabil sem þeirra fjalla svona áhugavert. Já, alveg klárlega, en ég myndi samt halda að það aldrei alveg hægt að markaðsvæða list. Það alltaf eitthvað í henni sem að þú verður aldrei alveg hægt að taka yfir. Þú nærða aldrei að fully subsume einhvern veginn listaverkið undir markaðslógíkina. En tengingin sem þú ert að draga þarna milli 68 og þessari hreyfingu sem við vorum að tala mjög sterk. Og náttúrulega þetta gamla vinstrið, svokallaða, skilgreindi sig ekki sem gamla vinstrið. Það var nýja vinstrið sem að skilgreindi gamla vinstrið sem gamalt. Og það eru gríðarlega sterkt tengsl á milli nýja vinstrisins og gamla vinstrisins og margir af þeim sem leikur lykil hlutverk í hreyfingu nýja vinstrisins og voru mjög sterkar tengingar inn í gamla vinstrið og höfðu jafnvel verið hluti af því. Þannig að það svolítið svona áhugavert líka þarna líka mjög áhugaverð þráður sem tengist efni við heftisins okkar að mjög stóru leyti, einmitt eins og þú ert að segja, það er verið að segja söguna, from the ground up, það er verið að segja söguna frá nýju sjónarhorni, það er verið að eins og í þessum kanónustríðum draga fram alls konar hópa og hreyfingar sem að
kannski voru ekki hluti af þessari heimsbókmenntakanónu og það verið að segja þau eiga heima þarna og jafnvel það bara afnema þetta hugtak. Og það kannski í því samhengi sem áhugavert að hugtaki kemur síðan aftur af með þessum mikla krafti þarna á 10. áratugnum. En að einhver leitir kannski svona rannsóknarsviði sem við erum að kynna til leiks, það notfærir sér það náttúrulega svolítið og segir hér annar heimur sem var til og hann þarf að skoða og í raun og veru að við sleppum þessum bókmenntakerfum sem tengdust inn í allar svo mjög mikilvægt að tala vinstri hreyfingar í fleirtölu, þetta engin ein hreyfing, þetta margar hreyfingar að tengdist inn í þar og í raun og veru að þú sleppir þessari sögu þá ertu náttúrulega ekki með þá ertu með svo rosalega stóran blind spot eða svona blindu í greiningunni að því vantar bara svo stóran hluta kerfin og líka bara virkni kerfisins að eins og við erum að tala hvernig þessi útgáfan, þýðingarnar, networkin, dreifingakerfin tengjast svo sterkum böndum inn í þessa pólitísku baráttu. Þannig að þú veist, já. Herðu, ef að þið eru með blindan blett í bókmenntasögunni þá getið þið fengið ykkur ritið sem að Anna Björk Einarsdóttir og Benedikt Hjartarson eru gestarítstjórar að fjallar rauðar heimsbókmenntir og ég þakka þeim kærlega fyrir að koma hingað í gegnum Zoom. Já, þetta eru lokin á rauðaborðinu í kvöld, ekki meira dagskrá í kvöld en á morgun höldum við áfram hérna við rauðaborðið, þá byrjum við klukkan 8 kvöldið. Ég þakka öllum gestunum sem hingað komu og þeir sem hafa komið að upptöku og útsettingu, ykkur þakka ég mest sem hafi hlustað og hort því að þið breytið þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Þið getið hjálpað okkur við að byggja upp samstöðuna með því að benda vinum og vandamönnum efni sem að ykkur líkar hér. Ég er ekki að byrja ykkur að benda á eitthvað sem ykkur leiðist, þetta er bara þeir sko vist gott. Og þá kannski kíkir fólk á þetta og þannig stækkar dreifisvæði okkar, það getur sagt að við séum á Facebook, á YouTube, á öllum hlaðvarpsveitum, við erum í útvarpinu 89,1 á FM og við erum, það má líka sækja þær sendingar á spilarin.is á netinu og spilarin líka app sem mann hlaða niður í síman og hlusta á samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið, númer 5 á fjarstýringunni á þeim sem er svo heppinn að skipta við síman, kannski ef þið vill, ég veit ekki, munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni 24 tíma sólarhring 7 daga í vikunnar allan ársins hring. Samfélagsumræði við þetta rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðunar. Samstöðin hefur verið byggð upp af þeim hluta áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Það eru þau sem gefa okkur aflið til þess að byggja upp samstöðina. Ef þú vilt slást í þann hóp, þá getur þú farið inn á samstöðin.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Það getur þú skráðið fyrir 2.500 krónur sem er grunnáskrift, þú mátt borga meira þú vilt og því sem er kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Þetta er tilraunaverkefni, hvort okkur takist að búa til almannaútvarp í eigu áhorfenda og áheyrenda, öflugan umræðuvettvang og vaxandi fjölmiðil. Ef þú vilt taka þátt í þessu tilraunaverkefni, endilega láttu verða af því að skráði sem áskrifanda á samstöðun.is. En þetta er búið í bili, góða nótt, sjáumst á morgun. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.